Við erum með hérna jöfnu, 2x deilt með 3 pluss x deilt með 2 er jafnt og 2x mínus 1. Mér langar að losna við þennan þrist og þennan tvist. En þá er spurningin hvað á ég að gera? Jú, ég þarf að finna samnefnarann. Samnefnarinn er 6 og því að 3 gengur upp í 6 og 2 gengur upp í 6. Mætti vera 12, mætti vera 18, en lægsti samnefnarinn er klárlega 6. Þá er spurningin hvernig á ég að nota þessa 6? Og ég ætla að útskýra það hérna hægra megin. Sjáðu hérna, hér er 1 pluss 1 og það er jafnt og 2. Ef ég margfalda þennan eina hérna með til dæmis 3, þá er 1 sinnum 3, 3. Og þá er spurningin, gengur þetta dæmi upp? Nei, það gengur klárlega ekki upp. 3 pluss 1 eru ekki 2. Þannig að við skulum bakka aðeins og við skulum margfalda hinn ásinn með 3. Þá er spurningin, 3 sinnum 1, það mun vera 3 líka, en gengur það dæmi upp? Nei, 3 pluss 3 eru ekki 2. Þannig að ef ég margfalda þá tvistin líka með 3, sjá, hana, þá fæ ég út 3 sinnum 2 eru 6. Gengur þetta dæmi núna upp? Og svarið er já. Þannig að ég er þá raun og veru búinn að sýna fram á það að ef ég ætla að margfalda eina tölu með annarri tölu í svona jöfnu, þá er ekki nóg að margfalda eina tölu, ég var að margfalda allar tölunar með sömu tölunni. Það er ekki nóg að margfalda einu sinni, ég var að margfalda alltaf, allar. Og það er það sem ég ætla að gera hérna til hliðar. Mér langar að margfalda hér með 6 samnefnaranum, en það er ekki nóg að margfalda þarna með 6 og ekki heldur nóg að margfalda þessa 2 tölur með 6. Ég verð að margfalda gegnum allar tölunar með 6. Þá er ég raun og veru búinn að stækka dæmi 6-falt. Skoðum hvað afleiðingar þetta hefur. Jú, 6 sinnum 2x hérna uppi eru 12x. Þannig að við fáum 12x hérna uppi og það er deilt með 3. Plús 6 sinnum x hérna uppi í næsta broti eru 6x deilt með 2. Það er síðan allt saman jafnt og 6 sinnum 2x eru 12x og 6 sinnum mínus 1 eru mínus 6. Ok, ég er búinn að stækka dæmi 6-falt. Þá virkar það þannig að ég næ að stytta 12 á móti 3. sem þýðir ég fæ 4x þar. Og 6 deilt með 2 þýðir að ég fæ 3x þar. Allt saman er þetta jafnt og 12x mínus 6. Þá er ég núna laus við þessa deilingu sem var að plaga mig. Hún er þá farin bara með því að stækka dæmi 6-falt. Og nú til byrjunni, það var ekki nóg að margfalda þetta með 6, ég var að margfalda hér líka og hér líka. Ok, nú skulum við bara leysa jöfnuna. Það hendar að hafa x-in hérna öll saman hægra megin. Þannig að þegar ég flyt þetta 4x yfir þá var það mínus 4x og þegar ég flyt 3x yfir þá var það mínus 3x. Þessi mínus 6 þarf að fara yfir hérna vinstra megin og þá breytist það og verður pluss 6. Nú er skulum að reikna út x-in þarna hægra megin. 12 mínus 4 mínus 3 þýðir að þetta er 5x, allt saman jafnt og 6. Þá ætla ég að losna við þessa tölu sem hangir með x-inu, það er verið að margfalda með 5 með x-i og það sem er öðvitað í margfaldun er deiling, þannig að ég ætla að deila með 5 hérna til þess að hún degi þessi 5, þannig að hún hverfi.
verður bara 1. En ef við gerum þetta öðrum megin, þá er náttúrulega að gera sama hinum megin. Þannig að 1x hérna hægra megin er þá orðið jafnt og 6/5 eða jafnt og 1 og 1/5.